Fundur settur í bæjarstjórn Hornafjarðar. Þetta fundur númer 298. Við hér í Svavarsafni miðvikudaginn 1. júní 2022. Var þetta fyrsti fundur nýkjörinnar bæjarstjórnar. Ég vil byrja því að óska nýju bæjarfulltrúum til hamingju með kjörið í bæjarstjórn. En ég byrja hér að stýra fundi sem elsti starfandi, lengstan starfsaldur. Ég vil ekki elst. En þannig að ég hef þennan fund. Á fundinum sitja auk mín sem Áskilur Kristín Gylfadóttir, það Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefánía Voppfjörð Ingólfsdóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson. Starfsmenn fundarins Bryndís Bjarnason, Rita fundargerð, Ólöf Ingunn Björnsdóttir, staðgengill bæjarstjóra og upptökustjórnar Grímur Árnason. Fyrir okkur liggja 9 mál og það ein bæjarráðsfundargerð, síðan þá kjörforseta, kosning í bæjarráð, kosningar í nefndir, fundir bæjarstjórnar og bæjarráðs 2022-2026, þannig að það bara klára skipulagið til loka kjörtímabils og svo lóðaumsóknir 4. En ég ætla að byrja á því að fá að lesa hér upp greinargerð yfirkjörstjórnar vegna sveitarstjórnarkosninganna árið 2022. Greinargerð skráð 30. maí 2022. Samkvæmt 116. grein og 117. greinar laga númer 112 frá 2021 nýkjörinni bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar hér með send greinargerð yfirkjörstjórnar vegna nýafstaðinna sveitarstjórnarkosninga. Yfirkjörstjórn bárust listar frá 3 framboðum í sveitarfélaginu. Það var B-lista Framsóknarflokksins, D-lista Sjálfstæðisflokksins og K-lista Keggs framboðs. Úrslit kosninganna voru þau að B-listi Framsóknarflokksins hlaut 381 atkvæði og 2 menn kjörna. D-listi Sjálfstæðisflokksins hlaut 461 atkvæði og 3 menn kjörna. K-listi Keggs framboðs hlaut 361 atkvæði og 2 menn kjörna. Á kjörskrá voru 1756 kjósendur á kjördag. Alls kusu 1263 kjósendur sem gerir 71,9% kjörsókn. Auðir seðlar var 53 og ógildir 7. Kjörfundir í sveitarfélaginu gengu vel, en kjörfundir voru á 5 stöðum. Í Öræfum, Suðursveit, Mýrum, Nesjum og Talning atkvæða hófst á miðnætti og lauk talningu klukkan 1:40. Nú var verið að kjósa í fyrsta sinn eftir nýjum kosningalögum og hafði það nokkur áhrif. Erfitt var að finna starfsfólk til að vinna í kjördeildum sem ekki taldist vanhæft vegna tengsla við fólk á framboðslistum. Það var því mikið af nýju fólki að koma í fyrsta skipti að umsjón með kosningum. Þannig var nýtt fólk að sjá kosningarnar í kjördeildunum í Suðursveit, Mýrum og Nesjum. Aðkoma að kjördeildum í sveitunum var mismunandi og sums staðar óásættanleg. Það mat yfirkjörstjórnar að aðkoma að kjörstöðum hefði mátt vera betur undirbúin af hálfu sveitarfélagsins. Þá fannst starfsfólki í einhverjum kjördeildum í dreifbýlinu að einhver hefði mátt koma til að leysa það af, allavega einu sinni yfir daginn en ekki var slíkt að ræða. Það stangast á við reglur hvíldartíma. Starfsfólki þurfti bæði að taka með sér nesti og matast í kjördeildinni. Yfirkjörstjórn hveti nýja bæjarstjórn til að velta fyrir sér framkvæmd kosninga til framtíðar. Þróun í tengslum við kosningar hröð og tölvukunnátta starfsfólk í kjördeildum mikilvæg. Núverandi fjöldi kjördeilda krefst töluverðs fjölda fólks til að kosningar séu löglegar. Og greidda atkvæði á kjörstað fá í minnstu kjördeildanum eða einungis fáeinir tugir. Það fylgir því töluverður kostnaður að halda úti svo mörgum kjördeildum. Yfirkjörstjórn hvetur til þess að kjördeildir verði sameinaðar fyrir næstu kosningar. Yfirkjörstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar þakkar kjörstjórnum, talningafólki sem og öðrum sem á kosningunum komu fyrir velunnin störf í þágu sveitarfélagsins og óskar nýkjörinni bæjarstjórn velfarnaðar í störfum sínum. Þá tilkynnist hér með að Reynir Gunnarsson og Sófónías Torfason láta á störfum í yfirkjörstjórn. Með bréfi þessu telst störfum yfirkjörstjórnar formlega lokið og undir þetta rita Vignir Júlíusson, formaður yfirkjörstjórnar, Hjördís Gísladóttir og Reynir Gunnarsson. Þá þessum lestri lokið og við
Það samkvæmt útsendri dagskrá fundargerð bæjarráðs fyrsta dagskrá en við geymum hana, tökum hér fyrst kjör forseta bæjarstjórnar og ég ber upp tillögu að forseti bæjarstjórnar verði Gauti Árnason og einhver sem vill taka til máls varðandi það. Þeir sem samþykkja að Gauti Árnason verði forseti bæjarstjórnar, kjörsögulega gefa merki. Og það samþykkt með 7 atkvæðum, þannig að ég gef hér stjórnfundarins sigur til Gauta Árnasonar. Takk fyrir. Það sæl, ég þakka þér Ásbjörn fyrir hlý orð og ykkur kæru félagar fyrir traustið. Við höldum áfram með dagskrána, förum þá í lið númer 2 sem bæjarráðs Hornafjarðar. Það að fjalla þá fundargerð. Nei, klára kjósa varaforseta og annað. Fyrirgefið, já. Það brást mér. Allt í lagi. Ég legg takk fyrir traustið á. Ég legg til að Guðrún Stefania Vottbjörn Ingólfsdóttir verði fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. Vill einhver taka til máls það? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Það allir sem gefa merki, það 7. Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum og ég legg til að bæjarstjórn samþykki að Björgvin Óskar Sigurjónsson verði annar forseti bæjarstjórnar. Vill einhver taka til máls það? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Gjörðu svo gefa merki. Það 7 atkvæðir. Hún þá samþykkt með 7 atkvæðum. Þá má ég fara í lið númer 2 sem afgreiðsla á fundargerð bæjarráðs númer 1041. Ég legg, einhverju sem vilja taka til máls þá fundargerð? Þá ber ég hann upp til atkvæða. Hverju henni samþykkir? Það 7 atkvæðir og átelst hún samþykkt. Þá fer ég í lið númer 3 sem kosning í bæjarráð. Tillögur kjör í bæjarráð frá K-lista Eyrún Fríða Árnadóttir, varamaður hennar Guðrún Stefania Vottbjörn Ingólfsdóttir, frá G-lista Gauti Árnason, varamaður Hjördís Edda Olgeirsdóttir, frá B-lista Ásgerður Kristín Gylfadóttir, varamaður Björgvin Óskar Sigurjónsson. Bjóðu ykkur að taka til máls þetta. Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skeiðið merki. Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að Eyrún Fríða Árnadóttir verði formaður bæjarráðs og Gauti Árnason verði varaformaður. Vill einhver taka til máls það? Svo ekki. Þá vinsamlega spyrir ykkur að gefa merki til samþykktar. Það 7 atkvæði. Hún þetta samþykkt. Þá förum við í 4. lið sem kosning í nefndir sveitarfélagsins. Og hér koma tillögur þá sem kjöri til nefnda til næsta 4 ára. Það atvinnu- og menningarmálanefnd, Sigrún Sigurgeirsdóttir formaður frá K-lista, Tinna Rut Sigurðardóttir varaformaður frá D-lista, Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir frá K-lista, Steindór Sigurjónsson frá D-lista, Gunnar Ásgeirsson frá B og varamenn Emil Örn Moravec frá K-lista, Þorgrímur Tjörvi Halldórsson frá K-lista, Hjördís Edda Olgeirsdóttir frá D-lista, Níels Brimar Jónsson frá D-lista og Bjarni Ólafur Stefánsson frá B. Bjóðu ykkur að taka til máls þessar tillögur. Svo ekki. Því ber ég tillöguna upp til atkvæða. Hér skal gera merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fer ég í næstu nefnd sem fræðslu- og frístundanefnd. Gerði tillaga að Róslín Alva Valdimarsdóttir verði formaður frá K-lista, Hjördís Edda Olgeirsdóttir varaformaður frá D-lista, Kristján Örn Ebenezarsson frá K-lista, Þóra Björg Gísladóttir frá D, Gunnhildur Ímsland frá B
og að varamenn verði Sigrún Sigurgeirsdóttir frá K-lista, Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir frá K-lista, Steindór Sigurjónsson frá D, Kjartan Jóhann Einarsson frá D og Guðrún Sigfriðsdóttir frá B. Og bjóði ykkur að taka til máls þessa tillögu. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eitt bara sem að almennt bara þetta, það er mjög erfitt að gera þetta þegar það var ekki með blöðum fyrir fram sig. Það væri bara mjög gott ef að til dæmis að væri útprent af þessu. En þar sem að ég náði þessu og var svo, heppinn að fá að lesa yfir þetta í dag, þá bara fyrir stuttu síðan, þá tók ég eftir því að hér hallar á karlkynið í þessu og okkur ber að fara eftir jafnréttislögum og hafa jafnt milli kynja í þessu og það sem að B-listinn aðeins með einn fulltrúa í hverju nefnd, þá það annað einu kyni sem í nefndinni. En það skylda meirihlutans að þá sjá til þess að það sé þarna jafnvægi. Þannig að ég bara vil gera ábendingu það við þessa nefnd og ef mér skjátlast ekki þá önnur nefnd þarna sem að, en það væri mjög gott ef að starfsmenn gætu bara prentað út listan þannig að maður geti haft þetta fyrir fram sig, það væri mjög fínt. Þakka Ásgerði fyrir þessa ábendingu. Þetta var vakið á þessu áðan hjá okkur, þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að taka á strax á næsta fundi. Viljum við eitthvað gera hlé með að vera prentað út? Viljið það eða? Við erum með þetta á, en það væri, ef það hafi ekki verið gerðan neina breytingar, sko. Það hefði ekki verið gerðan neina breytingar síðan allavega síðustu síðan ég hér. Þá höldum við áfram, það var búið að taka til máls hjá, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlegast gefið merki ef þið verið samþykk. Þetta við vorum að tala fræðslu og frístundanefnd þarna. Gjörðu svo vel, gefa merki. Og þið ætlum að endurskoða þetta? Við endurskoðum þetta við lögum þetta með kynjahlutið, já. Það þarna nú vorum við að fara eftir Þá förum við í umhverfis- og skipulagsnefnd. Að klára heitt fyrst að hún var samþykkt með 7 atkvæðum, bara svo hatt sig á hreinu, fræðslu og frístundanefndin. Umhverfis með athugasemd. Umhverfis- og skipulagsnefnd, þar Gunnlaugur Róbertsson, formaður frá D-lista, Skúli Ingibergur Þórarinsson, varaformaður frá K, Þröstur Jóhannsson frá D-lista, Helga Árnadóttir frá K, Ásgerður Kristín Gylfadóttir frá B, varamenn Elías Tjörvi Halldórsson K, Guðrún Stefania Vokkjörn Ingólfsdóttir K, Níels Brimar Jónsson frá D, Guðbjörg Ómarsdóttir frá D og Finnur Smári Þórðarsson frá B. Og bjóða ykkur að taka til máls þessa tillögu. Ef svo ekki þá bið ykkur að kjósum hana. Gefa merki ef þið samþykkt. Þessi til samþykkt með 7 atkvæðum. Þá höldum við áfram. Þá förum við í velferðarnefnd og vekja athygli á því að starfsmaður dreifir hér lista með nöfnum. Velferðarnefnd, Stefania Anna Sigurjónsdóttir, formaður á D-lista, Sveinbjörg Jónsdóttir varaformaður frá K-lista, Ragnheiður Rafnsdóttir frá D-lista, Gunnar Stígur Reynisson frá K-lista, Íris Heiður Jóhannsdóttir frá B, varamenn Guðjón Örn Magnússon frá K, Sigrún Sigurgeirsdóttir frá K, Ingólfur Einarsson frá D, Andri Ágústsson frá D og Þórdís Þórsdóttir frá B. Og bjóða ykkur að taka til máls þessa tillögu. Svo ekki, þá ber ég tillögunni til atkvæða. Vinsamlegast gefið merki ef þið eru tillögunni samþykkt. Það eru 7 atkvæði og það er nú samþykkt. Þá förum við í hafnarstjórn. Þá tilnefnum við Skúla Ingólfsson sem formann frá D-lista, Halldór Tjörva Einarsson varaformann frá K-lista, Bryndís Hólmarsdóttir frá D, Hjördís Þóra
Sigurþórsdóttir frá K, Björgvin Óskar Sigurjónsson frá B, varamenn Karl Heimir Einarsson frá K, Ögmundur Jón Guðnason frá K, Helga Valgerður Friðriksdóttir frá D, Björgvin Hlíðar Erlendsson frá D og Arna Ósk Harðardóttir frá B. Bjóðu ykkur að taka til máls þessa tillögu. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, getur bæði fulltrúar. Bara smá ábending þarna. Þarna sé ég að Skúli Ingólfsson tilnefndur sem formaður fyrir hafnarstjórn. Ég velti því bara hér upp hvort að Skúli sem starfsmaður sama sviðs og hafnarstjórn heyrir undir, hvort að það sé ekki árekstur þar sem að það mikil samvinna þarna milli og almennt það þannig að starfsmenn sveitarfélagsins ekki kjörgengir í þær nefndir þar sem að heyrir undir starfssviðina. Þannig að ég svona velti því hér upp og spyr í rauninni bara hvort að það sé hvort þetta hafi verið kannað eða hvað, hvernig það er. Og svo annað sem ég rek augun í og ég veit að Helga Valgerður Friðriksdóttir hefur verið að vinna á höfninni og hef ekki hugmyndum hvort hún að vinna þar eða ekki, en allavega hvort að sem varamaður og gerir sig grein fyrir því að hún geti ekki verið starfsmaður hafnarinnar. Þannig að þetta eru mínar vangaveltur varðandi þessa tilnefningu. Og bara svo ég gerir grein fyrir öðrum atkvæðum þar sem að varðandi kynjahlutföllin þar sem það var annars staðar líka að ég samþykki þá með þeim fyrirvara að þetta verði endurskoðað. Þakka þér, Ásgerður, fyrir þessa athugasemd. Svo ég geti svara því að við höfum haft samband við lögfræðinga hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga og höfum fengið greinargerð frá þeim og þeir telja þetta allt saman vera fyllilega löglegt og allt svoleiðis og innan ramma allra laga, þannig að þess vegna hefur við haldið áfram með þetta. Þannig að ég ætla að bera tillöguna hafnarstjórn upp til atkvæða og gjöra svo að gefa upp merki ef hún samþykkt. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í almannavarnanefnd. Tilnefndir eru Grétar Már Þorkelsson frá D-lista, Björgvin Óskar Sigurjónsson frá B, varamenn Hrafnhildur Ævarsdóttir frá K og Lars Jóhann Andrésson Ímsland frá B. Bjóðu ykkur að taka til máls þessa tilnefningu. Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Gjöðu svo að gefa merki ef eru samþykkt. Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum. Þá ferum við okkur yfir í fjölmenningarráðið. Þar gerum við tillögu að Goran Basrak frá D-lista, Neiru Mesadovic frá B-lista og varamenn Nikolína Tintor frá K og Róbertas Fredgeimas frá B. Bjóðu okkur að taka til máls þessa tilnefningu. Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Gjöru svo að gefa merki. Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum. Þá höldum við áfram og förum í öldungaráðið. Þar gerum við tillögu að Eiríki Sigurðssyni frá K-lista, Páli Guðmundssyni frá D-lista, Ásgerði Kristínu Gylfadóttur frá B, varamaður Gunnar Ásgeirs frá B. Og bjóðu okkur að taka til máls þessa tillögu. Svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða, vinsamlegast gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæða. Þá förum við í heilbrigðisnefnd Austurlands. Það eru tilnefningar Anna Ragnarsdóttir Pedersen frá K-lista og varamenn Janine Rennas frá D-lista og Gunnhildur Ímsland frá B. Vill einhver taka til máls? Svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða, vinsamlegast gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum, þá förum við yfir kjörstjórn. Þar kemur tillaga Hjördísi Skírnisdóttir frá K-lista, Vigni Júlíusson frá D, Kristján Sigurð Guðnason frá D-lista og varamenn Þorvarður Árnason frá K-lista, Ingvar Ágústsson frá D-lista og Arna Ósk Harðardóttir frá B. Þá bjóðu ykkur að taka til máls þessu tillögu. Svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða. Gjörðu svo vel, gefa merki. Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum.
Þá erum við komin í fulltrúa á aðalfund SAS, samband sunnlenskra sveitarfélaga. Það eru tilnefndir Gauti Árnason frá D-lista, Hjördís Edda Olgeirsdóttir frá D, Eyrún Fríða Árnadóttir frá K, Ásgerður Kristín Gylfadóttir frá B-lista, Björgvin Óskar Sigurjónsson frá B. Varamenn Guðrún Stefania Voppjörn Ingólfsdóttir frá K, Elías Tjörvi Halldórsson frá K, Skúli Ingólfsson frá D, Björgvin Hlíðar Erlendsson frá D, Gunnhildur Ímsland frá B og Gunnar Ásgeirsson frá B. Og bjóðu ykkur að taka til máls þessa tillögu. Hvers? Já. Taka það næst. Taka næst. Þá ber ég þessa tillögu með fulltrúas. Já, gjör svo vel, Ásgerður. Og setja ég eftir bæfulltrúar og ég gæti lefa honum að setjast aðeins og snakka hérna í lestrinum. En þá þetta samtök sunnlenskra sveitarfélaga, ekki samband sunnlenskra sveitarfélaga. Og það gæti ruglast að ég sendi ritara að það svo landsting sambands íslenskra sveitarfélaga ekki á eftir, ekki landsting íslenskra sveitarfélaga. Ok. Já, takk fyrir kjalla. Það er gott að það allt sem það verður rétt. Já, klálega. Þetta var hérna frá SAS. Þá eigum við eftir að fara í skólanefnd FAS. Já, þá eftir að bera hann eftir atkvæða. Það er rétt, takk fyrir. Ég ber tillögun upp hérna aðalfund SAS, stutt til atkvæða, vinsamlegast gefið merki. Mín, hún samþykkt 7 atkvæðum. Þá má ég fara í skólanefnd FAS. Þar gerð tillaga Þorgrím Tjörva Halldórsson frá K-lista, Lars Jóhann Andriðsson frá Ímsland frá B, varamenn Elías Tjörva Halldórsson frá K og Ásgerður Katrín Gylfadóttir frá B. Kristín. Það er nefnilega, Kristín, fyrirgefðu, Ásgerður Kristín Gylfadóttir. Ég ber við þessa tillögu til atkvæða. Ef viljið koma með athugasemd, þá ber ég gefið með henni til atkvæða, gera svo gefa merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum. Ég ætla að fara til mínu handið. Við erum núna að fara að kjósa fulltrúa á landsting íslenskra sveitarfélaga. Landsting sambands íslenskra sveitarfélaga. Takk fyrir. Það er gerð tillaga Gauta Árnason frá D, Ásgerði Kristínu Gylfadóttir frá B, varamenn Eyrúnu Fríðu Árnadóttir frá K og Björgvin Óskar Sigurjónsson frá B. Maður bjóða okkur að taka til máls undir þessu tillögum. Svo ekki, þá byrja hann eftir atkvæða, gjöra svo gefa merki. Hún samþykkt 7 atkvæðum. Þá fyrir við í fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Það er gerð tillaga að Eyrúnu Fríðu Árnadóttir frá K-lista og Gauti Árnason verði varamaður hennar frá D. Viljið taka til máls á þessa tillögu? Svo ekki, þá byrja hann eftir atkvæða, gjöra svo gefa merki. Tillagan er samþykkt með 7 atkvæðum. Já, þá lið 4 lokið á Gjörsvöld. Ásgerður Kristín Gjörsvöld, gekkur upp kallaði Katrín. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég langar hérna, ég vissi ekki að það taki í svona útum, þannig að ég langar að fá að segja nokkur orð bara þessi mál hér í deildina. Og ég vil bara byrja á því að óska þeim sem taka sæti í nefndum og ráðum sveitarfélagsins til hamingju með það. Óska þeim velfarnaðar í störfum sínum fyrir sveitarfélagi næstu 4 árin. En mér langar þó að segja að það er undarlegt að standa hér og fara yfir þennan lista, horfa á mismunandi vægi framboðanna í þessu nefnda og ráðastarfi. Í kosningunum fékk D-listi 38,3% atkvæða, B-listi 31,7% og K-listi 30%. Þrátt fyrir þriðjung að tæp 32% atkvæða þá er B-listi með 1 mann í hverri 5 manna nefnd.
Og þetta gerist þar sem að ég og K-listi koma fram með sameiginlegan lista til nefndakjörs og trompa þar rétt B-lista til þess að varpa sér hlutkesti 15 mann í hverri nefnd. Þar sem að samkvæmt reglunni að þá í rauninni hvert framboðið tekið fyrir sig, að þá 15 maður það sama tala, þannig að það þyrfti að varpa hlutkesti til þess að skera úr þann mann, en það réttur meirihlutans og minnihluta ef að slíkt væri að koma fram með sameiginlega lista og þannig að mér langar að verpa bara ljósi á þessa D'Hondt-reglu og hvernig hún virkar í þessu samhengi öllu slíku. Þetta hefur verið í umræðu fjölmiðlum undanfari hvernig þetta hefur áhrif á vægi framboðast þá bæði til sveitarstjórna og svo einnig til Alþingis þegar þannig er undir. Að varpa hlutkesti auðvitað áhætta, en það gæti skilað þeim lista sem bara hverjum á einum öðruvísi niðurstöðu og B-listi gæti til dæmis ef farið hefur verið þá leiðina, fengið fleiri nefndasæti, þó meiri hluti í nefndin væri ávallt hjá K- og D-lista eins og í þessu samhengi. Einnig hefði verið hægt að sleppa því að varpa hlutkesti og semja það fleiri nefndamenn í einhverju nefnd ef að væri stemning fyrir því. En slíkt var ekki boðið fram í þessu kjöri. Og þetta eins og ég segi fræga D'Hondt-regla sem hefur verið í umræðu og kemur svona út varðandi kjör til nefnda og ráða í sveitarfélagi. Ég hef gert athugasemdir við kynjahlutföllin og við skipum þannig í hafnarstjórn og forseti kom með skýringu á því að það er búið að leita álits á því og það er bara gott og vel og bara takk fyrir það. En það auðvitað staðan okkar svolítið skrítin í sveitarstjórn núna þar sem að 2 fulltrúar meirihlutans eru starfsmenn sveitarfélagsins annar í lykilstöðu sem að tekur við öllum erindum sem koma inn til sveitarfélagsins og annar hér sem verkstjóri á Valdahús og í góðu samskiptum við höfnina og verður formaður hafnarstjórnar. Þannig að þetta verður spennandi að sjá hvernig unnið verður úr þessu öll saman. En ég bara endurtek það samt að sjálfsögðu munu fulltrúar B-listans í nefndum og í bæjarstjórnar slíku leggja góðum málefnum lið. Það hefur verið lagður fram málefnasamningur þess meirihlutans sem er á netinu en ekki lagður fram hér í dag. En það eins og kom fram í kosningunum, það ekki mjög margt sem að skilur á milli þessara framboða, en það er ýmislegt. Og það var áhugavert að sjá hvernig var farið með það í meirihlutasamningnum, en hann er ekki hér til umræðu þannig að ég get ekki tjáð með hann, það mun koma síðar. Takk Ásgerði fyrir þessi yfirreið. Við höldum bara áfram með dagskrána. Við vorum búin að afgreiða 4. lið, þannig að það fyrir 5. Það er með fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs, tímabilið 2022-2026. Lagt til að bæjarstjórn fundi í listasafni Svavars Gunnarssonar, kjörtímabilið 2022-2026, það sem við erum núna. Ég ber tillöguna upp til atkvæða. Má ég bjóða ykkur að koma með athugasemd fyrst fyrir gefið? Nei, ég ber hann þó upp til atkvæða. Við sem gefið merkið að tillögun samþykk. Tillögun samþykk með 7 atkvæðum. Ég legg til að fundartími bæjarráðs í sumar verði samkvæmt fylgigögnum sem að fylgja með þessu fundarboði og bæjarstjórn taki sér sumarfrí í júlí. Og bjóða okkur að taka til máls þessa tillögu. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég var pínlítið hissa þegar ég sá tillöguna að fundum bæjarráðs og bæjarstjórnar að það fluttir fundirnir yfir á 50 og miðvikudaga. Persónulega hefði mér fundist eðlilegt að það væri fyrst kjörið í bæjarráð og það síðan væri kannski komist að niðurstöðu með sameiginlegan tíma. Allavega hefur venjan verið svo að það hefur verið samráð við þá sem að sitja í ráðum og öðru fundatíma og það já, ég kom mér á óvart og var fyrir vonbrigðum með að sjá það að
þetta var gert með þessum hætti. Ég bara mun vantanlega samþykkja þetta fyrir sumarið, en ég bara óska eftir því að það verði haft samráð um fundatíma eftir sumarið, hvaða dagar og hvaða tíma, reyndar ekki kominn tími þarna inn, en það er lagðir til ákveðnir dagar. 50 dagar fyrir bæjarráð, sem er afskaplega óhentugt þegar að bæjarfulltrúar fara að taka þátt í öðru starfi utan sveitarfélagsins. 50 dagar og föstudagar eru mjög mikið nýttir í fundi á öðrum vettvangi, þannig að það er þetta er ekki góður dagur að reynslu, en þetta er kannski miklu betri fyrir starfsmenn, þannig að það er líka bara spurning. En samráðið er það sem ég vil undirstrika að sé haft að leiðarljósi, og eins og segja, ég var svekkt þegar ég las þetta. Takk fyrir þetta. Áskilur, mín maður fyrir þér. Orðið ekki svo vel. Já, forseti og ofnir bæjarfulltrúar, gaman að sjá okkur. Þar sem að ég átti hluta þessari ákvörðun, þá langar mig bara að svara henni. Ég tel sjálfsagt mál að endurskoða í samráði við starfsfólk og okkur í bæjarráði fundatíma eftir sumarið. Breytingunni, hún var aðallega gerð einmitt vegna þess að þetta virðist bitna stundum á starfsfólki. En ég tel sjálfsagt bæjarráð skoði þetta saman að loknu sumarfrí. Takk fyrir ábendingu. Fleiri athugasemdir sem vilja koma? Þá ber ég bara þessar tillögur með fundartíma bæjarráðs og bæjarstjórnar í sumarfrí júlí ber hann til atkvæða. Eins og skeiði merki ef þeir tillögum samþykk. Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum. Ég legg til að bæjarstjórn veiti bæjarráði fullt umboð til afgreiðslu mála þar til bæjarstjórn kemur aftur til starfa að loknu sumarfríi og að Ólöf Ingunn Björnsdóttir staðgengill bæjarstjóra sinni störfum bæjarstjóra á meðan ráðningu á bæjarstjóra fer fram. Ég ætla einhver taka til máls við þessa tillögur. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða, gjöru svo ekki að merkja þau tillögum samþykkt. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 6 á fundarboðinu. Það er umsókn lóð, Jólatún 10, umsókn Evu Úrsúlu Jarsína lóð að Jólatún 10. Bæjarráð mælti með lóðarúthlutuninni. Ég ber þessa lóðarúthlutunin upp til atkvæða. Nei, auðvitað þarf ég að bjóða okkur að andmæla þessu eða viljið. Það koma með umræður. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða. Gjörðu svo vel gefa merki. Þessi lóðarúthlutunin er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 7. Umsókn lóðir Sandeyri 2-6. Umsókn Marina Travel á lóðum að Sandeyri 2, 3, 4, 5, 6 og 7 í Óslandi. Fyrir liggur samningur lóðarvilyrði á sömu lóðum. Bæjarráð er jákvætt fyrir þessum lóðarúthlutunum. Ég býð ykkur að hafa að koma athugasemdir við þessa tillögu. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar. Skeiðmerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá verður það liðið nr. 8. Umsókn lóð, Borgartún 10. Umsókn Tröll fasteignir EHF lóð að Borgartún 10. Bæjarráð jákvætt fyrir lóðarúthlutuninni. Þá bjóða ykkur að hafa komið athugasemd. Svo er ekki, ég ber lóðarúthlutunina upp til atkvæða, gjöfur svo vel gefa merki. Úthlutunin er samþykkt með 7 atkvæðum. Umsókn lóð, þá er það liðið nr. 9. Umsókn lóð, Borgartún 8. Umsókn Tröll fasteignir EHF lóð að Borgartún 8. Bæjarráð jákvætt til lóðarumsókninni, lóðarúthlutuninni fyrirgefið. Og bjóða okkur að koma athugasemd. Svo er ekki, þá ber ég lóðarúthlutunina upp til atkvæða, gjörðu svo ekki að merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum.
Þá erum við búin að fara yfir alla 9 liði fundarins. Þá ætlum við bara að fá að slíta honum og þakka kærlega fyrir góðan fund.